40 þeirra á meðal börn hafa dáið úr vannæringu á Gaza undanfarna sólarhringa. Ástandið þar fer enn versnandi, segja fulltrúar hjálparsamtaka. Tugir fjölskyldna á Gaza fá lífsbjörg frá íslensku almannaheillafélagi sem stofnað var fyrr á þessu ári. Við höfum ekki leyfi til að vera dofin gagnvart þessu, segir stofnandi félagsins. Tilkoma hópa eins og Skjöldur Íslands getur verið birtingarmynd þess að hægri öfgahyggja sé að grafa sig í samfélaginu, segir lögregla, sem óttast afleiðingar þess að hópar eins og þessi taki lögin í eigin hendur. Best er að sem flestir fái notið Laugavegarins og að ekki sé farið í manngreinrálit, segir framkvæmdastjóri Ferðafélags Íslands. Spænskir fræðimenn segja mannfjölda á leiðinni spilla fyrir upplifun göngufólks. Högg frá hamri og meitli hljóma Úlfarsárdalinn þessa dagana. Íbúar geta fylgst með myndhöggvara móta útilistaverk á Urðartorgi sem standa mun þar ómuna tíð. Komið sæl. Við biðjumst velvirðingar á þessari seinkun á fréttatímanum en hún er vegna framlengingar í leik Ítalíu og Englands sem lauk með sigri Englands rétt áðan. En þá fréttir kvöldsins. Meira en 40 hafa dáið úr vannæringu á Gaza undanfarna daga. Stjórnvöld í Ísrael hafa bannað Palestínumönnum aðgengi að Miðjarðarhafinu sem liggur að allri vesturströnd Gaza. Talsmaður Ísraelshers áréttaði á dögunum bann sem hefur verið í gildi af þeirra hálfu í hálft annað ár. Íbúum Gaza er bannað að sækja sjóinn. Gaza er landlugt Ísrael til norðurs og vesturs og á svo landamærað Egyptalandi til suðurs. Meðfram allri vesturströnd Gaza er svo Miðjarðarhafið sem er svalandi í sumarhitanum og þaðan hafa margir róið til fiskjar áratugum saman. احنا كان عندنا 4000 صياد او 5000 صياد. هذول كانوا يطلعوا من كل قطاع غزة ونصدر التصدير تبعنا على الضفة. فهمت كيف؟ كانت كميات كبيرة تطلع لانه كانوا Það munar mikið að geta dregið björg í bú með þessum hætti núna. The entire population in Gaza under emergency or higher levels of hunger, and actually 1/4 of the population is under IPC phase 5, so facing famine-like conditions. And I anticipate that number to grow just given what we are seeing on the ground. Á Al-Shifa sjúkrahúsinu situr móðir yfir hinum 14 ára Musa sem er alvarlega vannærður. كان وزنه 40 كيلو قبل الإصابة كان يصرف علينا ويعني بخواته. Forstjóri sjúkrahússins segir 21 barn hafa látist úr vannæringu þar undanfarna 3 daga. Það yngsta rétt rúmlega mánaðar gamalt. في الآونة الأخيرة صارت اتصلنا على قسم الطوارئ ليس حالات الإصابات ولكن صارت تجينا حالات بسبب نقص التغذية وسوء التغذية. الطواقم الطبية التي تتعامل مع الإصابات والمرضى أصابهم بعض الحالات الخاصة كإغماء كأن يعني كولابس يعني ممكن إنه يقع على الأرض بسبب عدم التغذية عدم وجود أكل وشرب مناسب. هذا مجمل الوضع في حاليا وهذا ليس بجديد ولكن زادت الأعداد في الفترة الحالية. Þúsundir vörubíla hjálparsamtaka bíða full-lestaðir við landamærin en skortir leyfi ísraelska stjórnvalda til að koma til aðstoðar. Sameinuðu þjóðirnar segja síðustu líflínur Gaza vera að slitna. 28 utanríkisráðherrar, þar á meðal Íslands og Bretlands, sendu í gær frá sér yfirlýsingu þar sem þau fordæma meðal annars fyrirkomulag mannúðaraðstoðar og dráp á saklausu fólki. This war must come to an end. I'm very, very clear about that, and so are our other foreign ministers. When I look at the children who are being killed, waiting for food, when I think about a population as densely populated as Gaza is, now held within a 15% of the country, the most densely populated area on the planet, all of this is egregious. Félagið Vonarbrú sem stofnað var fyrr á árinu styrkir tugi fjölskyldna sem eiga sárt að binda á Gaza. Stofnandi félagsins segir almenning og stjórnvöld bera skyldu til þess að bregðast við þeirri stöðu sem nú er uppi. Vonarbrú er almannaheillafélag með starfsemi við landamæri sem að ég stofnaði ásamt fleirum til þess að svara brýnni neyð á Gaza. Kristín hafði áður styrt ýmsar hjálparstofnanir sem störfuðu á Gaza. Þegar þessum stofnunum var meinaður aðgangur að miklu leyti, fór hún að leita annarra leiða.
Þá komst hún í samband við einstæða móður með 2 börn á Gaza og hóf að hjálpa þeim. Og ég segi fyrir mig, ég veit ekki hvernig mér liði í dag ef ég hefði ekki stigið þetta skref fyrir ári og farið að reyna að gera eitthvað. Því það er miklu öflugra að vera að gera eitthvað heldur en að fylgjast með svona máttvana. 200 manns eru meðlimir í Vonarbrú. Félagið styrkir 70 fjölskyldur á Gaza og 40 fjölskyldur til viðbótar hafa fengið stakastyrki. Hvernig getur fólk fullvissað sig að peningurinn rati í réttar hendur? Já, það er alltaf bara komið meira en ársreynsla á það. Það er bara, öll sem við erum að styrkja, þetta er allt fólk sem við höfum verið í persónulegu sambandi við höfum tekið myndsímtöl, við skoðum náttúrulega söfnunarreikningana, því að við erum að senda rauninni beint inn á hverja fjölskyldu. Þannig að þau geta tekið út pening hinum megin, það er tekið þóknun þar, þannig að það fer af peningnum þeim megin. En það er ekki verið að styrkja neitt sem ekki er sannarlega á Gaza. Því að við megum bara ekki að sofa. Við höfum ekki leyfi að vera á dómur svona lengi. Ráðist var að ljósmyndara Morgunblaðsins á mótmælum við utanríkisráðuneyti í dag. Talsverður fjöldi var samankominn við ráðuneyti til að mótmæla meintu aðgerðaleysi stjórnvalda gegn Ísraelsstjórn. Einn viðstaddra sprautaði í rauðri málningu að ljósmyndara Morgunblaðsins og ljóst er að árásinni var sérstaklega beint gegn fjölmiðlinu. Formaður Blaðamannafélagsins segir það alvarlegt þegar fjölmiðlafólk verði fyrir slíku aðkasti fyrir það eitt að vinna vinnuna sína. Í yfirlýsingu frá félaginu Ísland-Palestína er atvikið harmað og árásin sögð ekki í þeirra nafni. Lögregla óttast afleiðingar þess að hópar eins og Skjöldur Íslands taki lögin í eigin hendur. Meðal meðlima hópsins eru menn sem hafa hlotið dóma fyrir alvarleg ofbeldisbrot. Skjöldur Íslands er hópur manna sem segist vilja tryggja öryggi í miðbænum. Þeir segist vera komnir með nóg af meintu andvaraleysi stjórnvalda í innflytjendamálum. Þeir gengu miðbæinn á föstudagskvöld í peysum með merki hópsins. Það er rauður riddarakross, merki kristinna krossfara frá 12. öld. Þetta sama tákn var notað af norska hryðjuverkamanninum Breivik í stefnuyfirlýsingu hans fyrir voðaverkin í Útey. Hópurinn segist í yfirlýsingu að tala rasisma eða nasisma í tengslum við hópinn sé tilraun til að rakka hann niður. Þá hafi þeir vitað að það yrði hjólað í fortíð þeirra. Meðal meðlima hópsins eru menn sem hafa hlotið þunga dóma, meðal annars fyrir bankarán, alvarleg ofbeldisbrot og aðra glæpi. Einn forsvarsmanna hópsins hafnaði beiðni viðtal þegar fréttastofa óskaði eftir því. Varðstjóri hjá lögreglunni segir að treysta verði lögreglu til að sinna sínu starfi. Gæsla hafi verið aukin mjög í miðborginni síðasta rúma árið. Það hafa komið upp mál í miðborginni sem hafa reynst okkur erfið, bæði lögreglunni og borgurunum og við höfum verið að stíga inn í það með föstum tökum og það er held ég bara best að leyfa lögregluna að halda því bara áfram. Í skýrslu greiningardeildar ríkislögreglustjóra í vor kom fram að hryðjuverkaógn á Íslandi stafi fyrst og fremst af ofbeldisinnuðum mönnum í litlum hópum eða einum síns liðs sem sæki hvatningu í áróður hægri öfgasamtaka. Það hefur náttúrulega verið bara allan heim að hægri öfgahópar hefur farið fjölgandi bara í Evrópu og Skandinavíu og Ísland er ekkert undanskilið því. Þetta gæti verið mögulega ein birtingarmyndin af því sem er að koma hérna og þá þurfum við bara að reyna að nálgast það og reyna að taka á því með þessu formulega hætti sem við notum. Manndrápsmál sem tengist tálbeituhópi sýni hversu varhugaverð þessi þróun er. Við höfum varað talsvert við í langa tíma að einstaklingar sé að taka þetta vald í sína hendur að reyna að koma í veg fyrir afbrot eða stöðva brotahegðun og framvegis eða skerast inn í einhverja mynd sem er búin að birtast og er afbrot og yfirleitt hefur það endað með einhverjum afleiðingum misslæmum og jafnvel mjög slæmum og það er hlutur sem við kannski óttumst mest að það fari eitthvað út á böndunum. Velkomin Margrét. Hvernig horfir þessi þróun við þér með augum afbrotafræðingsins? Já, mjög skiljalegt að hópurinn veki ákveðin hugrenningatengsl við öfgahægri hópa í Skandinavíu og í Evrópu sem hafa verið að beita ógnunum og ofbeldi til að mótmæla innflytjendastefnu stjórnvalda. Nú veit ég ekki hvað verður þennan hóp, en bara tilvist hópsins og fylgjendur hans vekja upp margs konar spurningar og meðal annars bara hvort að fólk hafi ekki verið að fylgjast með pólitískri umræðu á Íslandi og bara almennri umræðu vegna þess að ef að fólk hefur eða hópurinn hefur áhyggjur af hælisleitendum eða innflytjendum á Íslandi þá ættu þau í raun að vera að fagna núna.
sem dæmi að þá voru fyrir 2 árum síðan yfir 1400 umsóknir vernd á Íslandi. Þeim hefur snarlega fækkað í 280 núna. Íslensk stjórnvöld hafa talað mjög skýrt að auka öryggi við landamærin og frávísanir á landamærunum voru í sögulegu hámarki í fyrra. Og ef að fólk hefur áhyggjur af því að hér búi menn sem ber ekki virðingu fyrir konum að þá eru betri leiðir til þess að verða að liði þar, til dæmis bara vera góðar fyrirmyndir og það, ég held að það á sér engin þöggun stað í íslensku samfélagi. Ég hef aldrei heyrt eins marga, hvort sem það eru stjórnmálamenn eða bara svona í almennri umræðu, tala útlendingamál og akkúrat núna. Já, einmitt. En þú segir að tilvist svona hópa kveiki alls konar spurningar og ein spurningin er kannski hvað geta hópar sem þessi sagt okkur samfélagi sem þeir spretta upp í? Já, þetta kemur mér að minnstakosti ekkert á óvart af því að þetta er svona mynstrið að hér hefur orðið mjög hröð fjölgun innflytjenda á Íslandi og það er svona það sem að rannsóknir og sagan segir okkur að gerist í kjölfarið þegar að vöxtur mjög hraður á einhverju minnihlutahópi og ég tala nú ekki ef að minnihlutahópurinn er litaður eða frá öðrum menningarheimum sem við höfum ekki reynslu af, að þá upplifir fólk svona aukin ótti við afbrot, það er mjög algengt og þess vegna er það skiljanlegt. En mér finnst þetta líka vera svona dæmi það að margir á Íslandi séu litaður af kannski upplýsingaóreiðu sem á sér stað sem er fyrir áhrifum af svona bandarískum trumpisma sem er síðan endurómið í íslensku hlaðvarpsþáttum. Já, einmitt. Örstutt í lokin, svo kom fram fréttin að það eru einhverjir meðlimir í þessum hópi, menn sem hafa hlotið þunga dóma meðal annars fyrir ofbeldisbrot. Er það algengt í svona hópum ef við lítum á löndin í kringum okkur? Já, við erum að tala hópa sem að beita pólitísku ofbeldi, pólitískum ógnunum, þar að segja hryðjuverkasamtök, þá er það mjög algengt. Einmitt. Kærar þakkir fyrir komuna, Margrét. Takk. Og þá að öðrum fréttum. Ákall Blóðbankans í útvarpsfréttum í dag bar árangur því blóðgjafar flykktust þangað eftir hádegið. En betur má ef duga skal, segir deildarstjóri í bankanum því verslunarmannahelgin er á næsta leyti. Blóðgjafar brugðust mjög vel við og eftir hádegisfréttir hafa þeir streymt hingað inn til að gefa heilblóð. Talsvert af innistæðu Blóðbankans fór út í nótt, þannig að vanir blóðgjafar eru áfram beðnir að mæta. Nýjir viðskiptavinir eru hvattir til að koma eftir frídag verslunarmanna. Já, ég er búin að vera inn í mörg ár, ansi mörg ár. Hvað eru skiptin orðin mörg? Ertu með tölu á því? Já, 96. Þannig að það styttist í númer 100? Já, það verður hátíð. Hvers vegna byrjaðir á þessu? Ég veit það ekki, bara samfélagslega hugsandi held ég. Á sumrin eru færri í aðstöðu til að gefa að sögn Ínu og þeir sem hafa nýlega verið erlendis þurfa að bíða með gjöf. Síðan ef fólk hittir lúsmý og er illa bitið þá má það heldur ekki gefa blóð. Þá hefur aðgengi að húsnæði Blóðbankans við Snorrabraut versnað. Hér á Snorrabraut er ástandið orðið mjög slæmt. Það er búið að byggja hér framan við, þannig að við erum komin í bakhús, við erum ekki sýnileg. Við erum með mjög fá bílastæði. Bílastæðin eru oft upptekin. Það stendur þó til bóta því í haust flytur Blóðbankinn í Kringluna. Ína segir svipaðan flutning á Akureyri hafa gefið góða raun. Þá hvetur hún fleiri konur til að gefa blóð. Þær mega að gefa reyndar sjaldnari karlar og svo mega þær ekki gefa blóð á meðan þær eru ganga með barn eða eru með barn á brjósti. En annars eru konur góðir blóðgjafar. Já, þegar þú segir það og ég fyrir að hugsa það, þá veit ég bara ekki neina konu sem gefa blóð. En það er kannski bara tækifæri til að auka fræðslu og fá fleiri konur. Aðeins gýs úr einum gíg núna á Sundhnúksgígaröðinni en krafturinn í gosinu er þó svipaður og verið hefur. Spáð er mengun á Suðurlandi, Austurlandi og Vesturlandi á morgun. Klukkan 6 í fyrramálið lítur spáin svona út fyrir mengun af völdum brennisteinsdíoxíðs SO2. Minni mengun hefur verið í dag en í gær en gosmóðan var þó að aukast síðdegis á suðvestur og suðurhluta landsins samkvæmt mælum og á vef Umhverfis- og Orkustofnunar. Í gosmóðunni er súlfat SO4. Ekki er hægt að mæla það í rauntíma en mælingar á örfínu svifryki gefa vísbendingar að magn af súlfati er í andrúmslofti.
Skýrsla spænskra fræðimanna að gönguleiðin sem kennd við Laugarveginn sé of aðgengileg og fjölmenn góð brýning fyrir þjónustuaðila, segir framkvæmdastjóri Ferðafélags Íslands. Hann þó ósáttur við niðurstöðu skýrslunnar. Laugavegurinn orðinn of vinsæll. Þjónustustigið of hátt, það gerir leiðina aðgengilega óvönnu göngufólki og margmennið spillir upplifun annara. Gönguleiðin því í hættu að falla fyrir eigin velgengni. Þetta niðurstaða rannsóknar 3 spænskra fræðimanna á sviði útivistar og íþrótta. Þjónustuaðilar eru þessu ósammála. Við teljum að nú sé nokkuð gott jafnvægi á milli fjöldaferðamanna og innviða á svæðinu. Þannig að með góðu skipulagi þá ætti allir að geta haft góða upplifun. Páll segir skýrsluna þá góða brýningu að halda áfram að stýra umferð. Mest geti 150 manns verið á skálasvæðinu á hverjum degi og þjónustustigið sé alls ekki of hátt. Ferðafélag Íslands að reka fjallaskála með svona lágstendri þjónustu og aðstöðu og við viljum halda í fjallarómantíkina eins og við getum. Páll segir ferðafélagið einnig ósammála þeirri nálgun skýrsluhöfunda að flokka ferðafólk eftir því hverju það sækist eftir og að íþróttafólk og náttúruverndarsinnar eigi meiri rétt en aðrir. Leiðin margverðlaunuð og ferðafélagið hefur verið í 40 ára að byggja upp þessa leið og við fögnum því raun og veru að því fleiri geti notið leiðarinnar eins og hún 14 ár eru í dag frá hryðjuverkaárásunum í Oslo og Útey í Noregi. Tímamótanna var minnst við minnisvarða í Oslo þeir sem létust, glervegg með nöfnum hinna látnu. Þar tóku til máls Jonas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs og formaður ungliðahreyfingar norska verkamannaflokksins, en ódæðismaðurinn skaut 69 til bana á sumarsamkomu þeirra í Útey. Þá voru lesin upp nöfn þeirra 77 sem voru drepin þennan dag bæði í Oslo og Útey. Hanne Ekroll Løvli, Kjersti Berg Sand. 22. juli var et målrettet angrep mot verdiene som landet vårt bygger på, menneskerettigheter og likeverd, frie ytringer, mangfold og toleranse. Flugfélagið Flyplay sagði upp 27 flugfreyjum og þjónum í dag. 250 flugfreyjur og þjónar starfa hjá félaginu og nemur fækkunin því 10% samkvæmt stéttarfélagi þeirra. Fyrirtækið segir að fækka þurfi starfsfólki vegna breyttra áherslna, en dregið hefur úr umfangi starfseminnar á Íslandi. Félagið gaf út afkomuviðvörun fyrir annan ársfjórðung í gær. Play tilkynnti í vor að íslensku flugrekstrarleyfi yrði skilað og að flogið verði framvegis undir maltnesku leyfi. Breski söngvarinn Ozzy Osbourne látinn, 76 ára að aldri. Osbourne öðlaðist heimsfræði með hljómsveit sinni Black Sabbath sem var stofnuð árið 1968. Hann átti sömuleiðis farsælan sóluferil, auk þess sem sjónvarpsáhorfendur gátu fylgst með fjölskyldulífi hans tíma í raunveruleika þáttunum The Osbournes. Aðeins hálfur mánuður síðan Osbourne hélt kveðjutónleika þar sem hann kom meðal annars fram með félögum sínum úr Black Sabbath. Allur ágóði af tónleikunum 23 milljarðar króna rann annars vegar til 2 barnaspítala og hins vegar til rannsókna á Parkinsons sjúkdómum sem Osbourne hafði glímt við árabil. Í Úlfarsárdal má heyra högg frá hamri og meitli, myndhöggvara sem vinnur að útilistaverki sem mun prýða Urðartorg. Á sama tíma hverfið að taka á sig mynd. Góðan dag. Góðan daginn. Hvað í gangi hér? Ég sem sagt að gera höggmynd úr grágrýti hérna á Urðartorgi í Úlfarsárdal. Og þú ert að vinna að höggmyndinni svona meðan þú ert að móta torgið með hverfinu, má eiginlega segja. Já, það má segja það. Og ég svona bara ég hegg hana hérna bara það sem fólk getur fylgst með henni verða til. Matthías vinnur að listaverkinu í sumar í samstarfi við Listasafn Reykjavíkur og býst við að ljúka því í haust. Efniviðurinn grágrýti sem var sprengt úr verðandi bílakjallara í miðborginni, þannig að segja má að fullkomna endurnýtingu sé að ræða.
Skapanornin urður að brjótast út úr berginu þar sem hún mun standa ómuna tíð. Og svo hérna megin verður urðarköttur sem sem sagt bara kötturinn eða svona einhver kötturinn hennar eða og síðan og hann svona benda kannski ég ekki alveg búinn að ákveða hvert hann að benda en ég að spája hann benda í þess átt. Og á meðan höggmyndin af urði verður til hverfið og torgið einnig í mótun. Hér stendur til að opna veitingastað og því má búast við að hér iði allt af lífi næsta sumar. En hvernig hafa hverfisbúar tekið þessu verkefni? Kannski í upphafi þá var svona, fólk vissi ekki alveg hvað var í gangi Það svona, en ég hef allavega bara fengið jákvæða viðbrögð frá fólkinu sem hefur komið til mín og hefur viljað spjalla við mig þetta. Og þá að veðri. Hægfara lægðardrag yfir landinu og vindar því hægir og væta víða land, einkum þó austan til. Hæg vestlæg átt og úrkomu lítið og skýjað á morgun, en þó gæti byrt til fyrir austan og hiti þar farið yfir 20 stig þegar best lætur. Við förum nánar yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum. Evrópumeistarar Englands og Ítalía áttust við í fyrri undanúrslitaleik Evrópumótsins í fótbolta í Sviss fyrr í kvöld. Á morgun síðar undanúrslitaleikurinn þar sem núverandi heimsmeistarar Spánn mæta sigursælasta liði Evrópukeppninnar frá upphafi, Þýskalandi. Og Breiðablik sótti pólsku meistarana í Lech Poznan heim í fyrrileik liðana í annarri umferð forkeppni meistaradeildarinnar í kvöld. Íþróttir hér rétt handan hornsins. Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. 40 manns, þar á meðal börn, hafa dáið úr vannæringu á Gaza undanfarna 2 sólarhringa. Ástandið þar fer enn versnandi, segja fulltrúar hjálparsamtaka. Tugir fjölskyldna á Gaza fá lífsbjörg frá íslensku almannaheillafélagi sem stofnað var fyrr á þessu ári. Við höfum ekki leyfi til að vera dofin gagnvart þessu, segir stofnandi félagsins. Tilkoma hópa eins og Skjöldur Íslands getur verið birtingarmynd þess að hægri öfgahyggja sé að grafa sig í samfélaginu, segir lögregla, sem óttast afleiðingar þess að hópar eins og þessi taki lögin í eigin hendur. Best að sem flestir fái notið Laugavegarins og að ekki sé farið í manngreinarálit, segir framkvæmdastjóri Ferðafélags Íslands. Spænskir fræðimenn segja mannfjölda á leiðinni spilla fyrir upplifun göngufólks. Þessum fréttatíma að ljúka og komið að íþróttum og veðri. Við verðum hér aftur á sama tíma á morgun klukkan 9, en það verður í síðasta sinn. Frá með 50 færast sjónvarpsfréttir aftur á sinn vanlega stað klukkan 7. En fréttastofan þakkar samfylgdina og öllum okkar miðlum þar sem af er degi. Verið sæl.